Mér langar að sýna ykkur einn mjög flottan spilakaldur og ég aðeins að hita mig upp, sko, og ég ætla líka aðeins að hita upp spilin, sko. Ég ætla aðeins að sýna ykkur svona, aðeins að koma mér í gírinn, sko. En áður en við byrjum, þá ætla ég að byrja aðeins á því að stokka hérna spilin og ruggla þeim svolítið vel, þannig að þetta verði svona sanngjarnt á eftir, sko. Þannig aðeins að ruggla þeim svolítið vel og síðan fáum við að velja spil á eftir sem ég ætla að leyfa þér að gera. En fyrst ætlum við að byrja því að fá eitt spil og við ætlum að fá einn ás hérna. Þurfum að nota hana eftir. Og næst ætlum við að fá ás númer 2. Það er tígulásinn hérna. Komið tígulásinn, geymum hann hérna. Þriðji ásinn, hann er aðeins öðruvísi. Fáum hann hérna næstan hérna. Það er laufásinn, hann er kominn núna hérna. Spaðaásinn, tökum hann einhvers staðar úr miðjunni á stokknum. Svo tökum hann hérna á miðjunni á stokknum. Þá ætti hann að vera kominn hérna. Sæll. Já, en við ætlum að geyma ásana hérna til hliðar því að við ætlum að nota þá eftir. En það sem ég þætti vænt ef þú getur valið eitt gott spil fyrir mig, svo ég ætla að dreifa svona úr þeim, ýttu einu spilu svona út og síðan máttu skrifa nafnið þitt á andlitið á spilinu. Ekki andlitið mitt, sko. Svo hérna skrifa bara framan á það á hvítu hliðina. Ég má ekki sjá það, bara leiður búin að sýna myndavélinni, þá lætur mig bara vita. Ástæðan fyrir því að við erum að leyfa þér að skrifa nafnið þitt er að ég get ekki verið með 2 svona spil eftir að þú ert búin að skrifa nafnið þitt. Þá er þetta orðið einstakt spil, sko. Þá er ég komið með eiginhandaráritun á þína, sko. Og ég bara setja einhvers staðar í borð? Setja á bara borðið og síðan skulum við halda áfram. Þá geymum við pennana sinna til hliðar og þú varst búin að sýna það, ekki? Nú ætlum við að gera þetta svolítið meira spennandi, svona síðasti séns. Þá setjum við á svona sirka miðsvæðis í stokkinn. En nú ætlum við að stokka bunkann ennþá betur, sjáðu hérna. Mér langar að taka þetta einu skrefi lengra. Svo það sem við gerum í þetta sinn er að þú sér að helmingurinn af spilunum snýr hérna upp og þessi helmingur snýr niður. Svo það sem við gerum núna er að við ætlum að stokka annað hvert spil svona þannig að þau fari sitt á hvað þannig að ykkur snúa upp og ykkur snúa niður. Svo ef við skoðum hvað við erum með hérna er eitthvað sem snýr upp. Og þetta gerir þetta svolítið mikið erfiðara fyrir mig. Þú sér það. Þetta er upp og þetta er hérna. Svo þetta er, og hérna er bak í bak. Svo þetta er allt svona, þetta er freka mikið rugla, sko. En nú þurfum við bara aðeins að sjá hvort að Nei. Kannastu við þetta? Hvernig gerir þetta? Já, þetta spilum við. Já. En tókstu eftir þessu að ég ruglaði spilunum og ég stokkaði þau svolítið vel og svona. Samt sem áður að þá ef við skoðum bunkan alla núna, þá eru öll spilin í fullkomnu röð, alveg frá hjartanu, alltaf vantar ásana, þeir eru þarna, en annars er þetta í fullkomnu röð þá. Jáhá, ókei. Þetta er svona frekar ótrúlegt, sko, að reyna, þegar maður sér þetta svona nálægt, sko, því oft fólk er fyrst bara að sjá þetta á sviði, sko, en nú erum við bara að sjá þetta svona í návígi. En núna langaði mig að kynna 2 ungar stelpur, 2 ungar dömur sem eru í töfraskólanum hjá mér, sem er hérna, ég heimsæki alltaf Akureyri einu sinni í mánuði og ég ætla að bjóða fyrst hana Dögun og hún ætlar að sýna þér einn spilakaldur með ásana hérna. Þess vegna vorum við að sækja þá áðan. Svo ef þú tekur, hérna erum við með ásana, og ég ætla að leyfa Dögun síðan bara að taka við. Gjörðu sæl. Og ég ætla aðeins að standa til hliðar. Gjörðu sæl. Ég ætla ekki að hendina á spilið. Hvað gerðist þarna? Má ég tjekka? Nei, sko, hvernig gerir þetta? Gjör svo vel. Nú þetta ekki. Lindu, mjög flott hjá þér, takk fyrir. Dögun er hérna, já. Hvernig? Hún lærði þetta einmitt í töfraskólanum og nú ætlum við að fá systur hennar, hana
hennar Ninju. Dögun er 9 ára, hún er í 4. bekk og Ninja er í 2. bekk, það ekki. Og ég ætla að leyfa þér að gera þitt hérna. Við skulum geyma bara Ásana hérna. Nú mátt þú taka við. Nú bara fylgistu með hvað hún getur gert, sko. Ok. Sjá, hún er nefnilega mjög góð í þessu að rúlla spílana svona. Vá. Það eru búin að vera að æfa þetta, sko. Þetta er líka hluti af því sem við lærum, sko. Það er að nota spílagaldra og síðan hugsanalestur og litlar sjónkværingur og svona eitthvað sem þau geta öll gert, sko. Þetta er erfiðast þegar maður er að taka svona langsum, sko. Já. Þetta er náttúrulega 52 hlutir, svo þetta getur verið svona mikið læging á bakvið þetta hjá stelpunum. Og raun og veru Töfraskólinn er búinn að vera starfræktur núna í 10 ár, 10 ára afmæli og þetta er fyrir börn á aldrinum 6-12 ára og þar lærum við alltaf mjög skemmtileg töfrabröð og svona og þetta er venjulega helgar og það er hægt að sækja Töfraskólinn í Rósenborg, hérna á Akureyri, alltaf einu sinni í mánuði og síðan er hann líka á höfuðborgarsvæðinu Reykjavík og síðan er hann Akraness, Borgarnes, Selfoss og svona nærliggjandi stöðum nálægt Reykjavík og svona og síðan alltaf hérna fyrir norðan. Já. Og það er hægt að skrá sig þá bara með því að senda e-mail? Já, það er best að fara bara inn á Einar Mikael Töframaður á Facebook. Það er hægt að sjá hvaða viðburðir eru í gangi og hvar Töfraskólinn er á hvaða svæðum. Og þessi best er að senda líka, ef maður vil skrá sig eða senda fyrirspurn, senda á töfraskoli@gmail.com og þá get ég senda allar upplýsingar. Má ég koma eða? Já, bara velkomin, þess vegna sko. Já, ok. Ég hugsa að við getum alveg gert undantekningu. Ég er ekki ennþá 12 ára sko, en Já. En ok, það verður frábært. Já. Ég er spennt að koma. Já, bara takk hérlega fyrir stelpur og hérna. Já, takk fyrir að gera þetta fyrir mig. Ég er ennþá að reyna að finna þetta út, hvað gerðir. Já. En það kemur. Bara takk fyrir okkur, takk fyrir að horfa. Takk sömuleiðis.